Góðan daginn og velkomin í 38. þáttinn minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handhafinn Óð. Nú, ég vil byrja að bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Það þýðir ekkert sláslöku við þó að sé frídagur verslunamanna. Það er náttúrulega hægt að geta prjóna. En í dag er mánudagurinn 7. ágúst 2018, seinni partur á mánudegi, af því að ég langaði að klára ákveðna hluti og reyna ég skellti í hérna létt og laggott vídeoblogg. Ég held að það veri stutt en þetta er fræg síðustu orð, aldrei hvað tegist á þessu. En ég ætla að fara í, ég klára að kynna mig kannski. Mig er helst að finna á Instagram sem Helga A71 og á Ravelli sem Helga AR og svo er ég með like-síðu á Facebook verkefnatöskur Helgu. Og ef þið hafa einhverja spurningar, af því að nú eru þessi erlendu svona YouTube-bloggarar, þeir eru með síður og alls konar gera svona efnisyfirlit yfir þáttinn, linka á hérna á uppskriftir og þar fram eftir göttunum, en það bara rænir of miklu af prjónatímanum á mér. Þannig að ég vil bara hvetja ykkur þá til að bara senda mér annað skilaboð í gegnum like-síðuna eða bara skilja eftir spurningu hérna fyrir neðan vídeo. Ég fæ tilkynningu það og getur svaraði þar og annars, já, sendum bara skilaboð eða á Instagram eða hvar sem þið finnir mig og ég reyna að svara eftir bestu getu þær spurningar sem koma og mér datt ég að nefna þetta því að undantekningarlaust fæ ég eitthvað skilaboð eftir hvert þátt og get þá í flestum tilfellum eitthvað lagt til þar og kemst í betra sambandi við ykkur og kynnist fleiri handavinnu óðu fólki, fleiri af hérna sömu sem kemur á sama meiði og ég með þessa áráttu. Nú, í dag ætla ég að fara yfir klárin, verkvinnslu og hvað datt í pokann og hvað ég gleymd að sýna ykkur í síðustu hvað datt í pokann af því það var svo stórt að það komast ekkert fyrir í poka. En ég sýni ykkur það á eftir. En hérna, já, þannig að ég er svo sem ég sit í klári. Það vantar enda tölur og hún er pínlítið rök ennþá. Þannig ég ákvað að fara í hana strax og sýna ykkur hana og hérna hafa svo hérna fattaskipti. En þetta er sorbet cardigan eftir hana Millie Fried. Og þessi uppskrift er ekki á Ravelli, heldur hérna eldi ég bara svona millumerki á Instagram sem leiddi mig inn á hvað ég gat keypt þetta. En ég held að sé líka alveg nóg að googla bara sorbet cardigan Millie Fried knitwear og hérna er þessi peysa. Og ég kveið pínu fyrir það þegar hún er á dönsku og ég meira þess að sendi post á hana Millie fyrir helgi á föstudagsmorguninn að því ég sá að hún var komin á ensku búið að þýða hana. En gat svo náttúrulega ekki, var svo sem byrjuð, en hérna byrjaði hún á hundskvöldi og fekk svo svar í morgun og hún sendi mér ensku uppskriftina. Þannig að ef þið er eins og ég veigri eitthvað við dönskum að þá er hún búin að fá hana þýdda og maður velur það þá bara þegar maður kaupir hana. Nú ef þið eru búin að kaupa hana þá getið þið bara gert eins og ég, sendt inn post ef þið viljið fá hana á ensku. Og hérna, en þetta er það ótrúlega einföld uppskrift að það nægði mér bara að sjá tölurnar og svona giska með hans í gegnum það og þegar ég bara saman með ensku uppskriftina þá var ég alveg góð sko. Ég notaði í þetta drops það stóð úr mér, ég var að tegja mig hérna í svona dokku drops alpaca silk bröst a
Luxurious Blend of Brushed Alpaca and Mulberry Silki. Þetta er 77% alpaka og 23% silki og einfalt það að gefa upp á 5 mm en þetta samt svona mjög fíngert og til dæmis í 25 grömmunum eru 140 metrar þannig að í 50 eru 280 þannig að þetta er mjög þetta er fínna en fíngri en samt gefið upp á 5 mm og samkvæmt uppskriftinni þá notar maður það tvöfalt og ég ger það á prjóna á 3 mm og 4 mm prjóna tvöfalt allan tíman. Ég þarf að kaupa með tölur, ég var að kíkja, ég ætlaði að fara að skella tölum í en ég á ekki, ég vil bara fá hvítar tölur bara plain tölur á þetta og maður getur, þú veist, leikið sér með litina, ég man ekki hvað maður, það eru 6 með hvítalitningu mér en ég veit ekki hvað olli því en það stóðst engan veginn, ég var náttúrulega með allt annað móher heldur en hún notar þannig að ég notaði miklu meira magn af móherinu heldur en hún gefur upp í stærri stærðina og meðal annars af því að ég var svo óþolinmóð að þá gerði ég hvíta rönd hérna sem átti að vera bleika því ég var búin með bleika en ef að það böggar mig eitthvað rosalega þá get ég skipt því út og þetta hérna á að vera sami liturinn en það ekki en það alltaf truflar mikið neitt. Þetta er ný dokka sem ég bætti við og lotunúmerið var svona allt öðruvísi en þetta sem ég átti fyrir. En kemum okkur ekkert upp það. Og hún er ógeðslega mjúk og hlý og dásamleg og ég er alveg svakalega ánægð með hana. Og hún er svo einföld að þegar ég byrjaði á henni á 50. kvöldið og sá hvað ég komst langt bara kvöldið þá sagði ég hætti ekkert fyrir þessi verið búin. Þessi kemur með mér norður á handverkshátíðina og það tókst. Það bara eftir að fá tölur. Ég ætla að setja ykkur á pásu og hafa fattaskipti. Og þá kemur hitt klárið. Ég kláraði þessa á 5. daginn og var farið að klæja svo ég að byrja á hinni. Að ég bara dreif því og þetta er sem sagt KPG 11 peysan úr Einrúm-bókinni, hönnur er Kristín Brynja. Og nema hvað þetta er úr Bellissimo garni sem er reyndar hættnir í snotru. En að sjálfsögðu er hægt að nota hvað sem er í þetta nánast. Þetta er á 5 mm prjóna, allt, stroffið og allt, ógeðslega þægilegt. Og það er hægt að nota hana á réttunaröngunni og það er hérna svona smáatriði, hérna eru alltaf brugna lykkjur undir. Og hún er alveg mega hlý, hún er alltaf upp í hérna, ég er búin að fara út að labba inn og er ógeðslega heitt. Og er ógeðslega heitt í henni, en ég held að snúa henni við. Ég er ekki búin að prófa það ennþá, hvernig það kemur út. En þetta veldur því þá að maður þarf aðeins að vanda sig við fráganginn. Og kosturinn er að í myrkri að það skiptir ekki máli hvort maður er að fara í á réttunaröngunni. En þá er hún, sem sagt, kemur bara brugna hliðin út og þá eru smáatriði bara hérna sléttuleikirnar í löskunum. Og hérna í hliðinni og hér. Og þetta garn er violett. Það er svona fingert og gróft í skipti. Svona eins og pínu fílingur eins og í handspunnu garni. Þetta er svona viljandi gert þannig. En ég bara get ekki verið í henni. Hún er alltof heit hérna fyrir inni veru. En ég er rosalega ánægð með hana. Og líka ógeðslega ánægð að vera búin með hana. Ótrúlega hvað hún tók langan tíma með hvað hún var einföld og hún var bara, þú veist, einfaldari en hinn. Þarna sem ég var í áðan. En stundum er það bara svona. Það sem að máli var með þessa eru náttúrulega, það eru litaskipti. Það eru rendurnar.
Og það sem sagt gefið upp, hvar eru gamlu upplýsingarnar? Það gefið upp sem sagt tíla frá fílkolana. Það eru 210 metrar í 25 grömmunum, en þetta er náttúrulega 140, þannig að þetta er svolítið grófara. Það er svona fyrir meira af þessu. En það kemur náttúrulega alls ekki að söka að hafa hana pínu grófari hérna í vetur. Ég veit að það er alveg rosalega margir að gera hana hérna heima. Og ég veit að Guðlaugur í Þráðum er að gera hana. Hún er ekki með sama garn og ég, það er samt spennandi að vita að þú veist með grófleikan. Ég var svo spennt að ég pældi ekkert í þessu fyrir en að fóra að gringa og gatt byrðunum. Þá fyrir ég að skoða þetta. En ég er samt alveg með fína prjónafestu og allt það. Ég er ekkert mjög off, eða þú veist, langt frá því sem ég gefi upp. Ég prjóna líka frekar fest, þannig að það redda mér í þessu tilfelli. Af því að sumir hefðu ekki þolinmæði til að gera prjónafestupröfu. Ég veit ekkert hvað það var, einmitt. En þetta er sérst glárinn. Það voru 2 peysur og önnur sem er bara nokkra daga gömul. Þannig að það gefur auga leið að Kella vann ekkert mikið í öðru. En ég startaði aðeins verkefni sem ég ætla að hafa í bílnum á leiðinni. Að bara hafa í bílum á meðan að það dugar. Og það er kitti sem ég sýndi ykkur í síðustu viku sem ég fékk frá Kanada. Frá þetta er gatnið Bernard Maker Home. Og þetta er uppskriftin, hún heitir The Japanese Knit Tote. Og það fylgdi með í þessu sem sagt svona leðuról og allt á þetta, en þetta er bara mjög, þetta er frí uppskriftarafli. Flytja bara upp á 48 lykkjur og prjónar svo þrefalda breiddina. Lengdin verður að vera þrefald breiddin til þess að þetta gangi upp. Og ég með 2 svona hespur og hvor hespa er 250 grömm. Ég ætla að sjá bara, ég hugsanlega fóðra hana bara til þess að garðaprjónið verði ekki rosa gleitt strax. En þetta er nú alveg, þú veist, þetta gefur ekkert mikið eftir þessi bómull, þannig að þetta er 72% bómull og 28% nælon. En ég ætla aðeins að sjá, en ég hugsa að það haldi þessi pínu betur ef maður fóðrar töskuna og líka það myndi bara hugsanlega henda betur hérna. Það verður afsakað hvað ég píri augun, það er svo bjart úti. Svo ég er náttúrulega með ljós í andlitinu til þess að ég sjá eitthvað og þið sjáu eitthvað. Þannig að þetta verður í bílnum prjónir. Og ég á náttúrulega ekki vona að það verður einhver hausverkur að klára það. En svo, ég man ekki, ég helst að ég hafi minnst á það í síðustu viku að elsta barnabarnið kom, eða mamman, og valdi nýjan leikskóla galla á hana. Það er þessi Embla dress úr Lille Volle, bók sem ég fekk mér í Gallerísmótrum. Og ég var að flytja upp af því núna. Og ég er að gera stæðstu stærðina fyrir 3 ára. Og það byrja á berustykkinu. Og þetta eru munstur litirnir og grár er aðal liturinn. Og þetta er allt karisma frá Drops. Ég hef gert svona leikskóla galla á hana áður úr karisma og það bara svínvirkar. Þannig að ég ætla ekki að breyta eitthvað sem virkar vel fyrir hana af því að hún er svona komin á þann aldur sem er fara að klæja og svo les. Þannig að við erum ekkert að eitthvað breyta út af því sem við vitum að hún lætur í friði. Þannig að ég er ekki búin að vera að vinna neitt í neinu öðru, en ég er með sjal, Vertices Unite og aðra peysu frammi sem er
að fara í vinnslu, ég ekkert búin að vera að vinna í því. Ég vil taka allavega peysuna með norður og gallan hennar Hrafntinu og og þessa tösku. Ef ég verð uppskroppa þá ég á æðislegum stað til þess að redda því á handverkshátíð. Þannig að það, og svo bara spurning af hverju ég held að ég þurfa að hafa þetta allt með mér af því að ég við ætlum að gera helling, við ætlum að fara norður á 50 kvöldinu og ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því bara á eftir. En síðan það sem er á döfinni og það var þannig að einn af mínum uppáhaldshönnuðum datt í hug að hún gerir þetta alltaf þegar hún afmæli, þá var hún með rosa flott tilboð á uppskriftunum sínum og þetta er hún Andrea Mári sem hefur gert rosalega mikið af svona feit uppskriftum og ég prjóna að sletta eftir hana. Og hún var að gefa út nýja peysu sem að ég bara sá og var næstu búin að kaupa en hætti við að því að ég er með svo margar aðrar í hausnum en svo 2 dögum seinna kom afmælistilboð að því ég er svona e-mailist í honum. Og þá var, man ekki hvað var, 30% afsláttur eitthvað. Það var alltaf eitthvað voða juicy. Þannig að ég fekk mér peysuna. Æðislega, hún minnir mig svolítið á ég minna eftir sem ég var að sýna ykkur í síðustu viku setta sem ég prjóna á garninn hennar Kristínar í Vatnes jarn. Það var svona bíflugna munstur. Ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins að og það er svona æðislega. Það gefið upp í þessa Brooklyn Tweed loft sem eru 275 jardar í 50 grömmum sem þá svona sokkabandsskróleiki svona eins og í Fabel og Stepp og því. Þannig að ég á eftir að þetta er ekkert að fara strax að prjóna þannig að ég ætla ekki einu sinni að fara að leyfa mér að skoða gaddbyrðunar í þetta. Það er svo margt annað. Það mér langar bara að sýna ykkur þessar. Síðan fekk ég mér The Golden Hour sem er sjálauppskrift. Þetta er svona bæði með alls konar gatamynstri, kúlum, munsturprjóni. Það er bara svakalega flink í þessu. Þetta nú ég ætla ekki að rugla saman. Hvað er svo? Það vantar. Já, hún sennilega. Þetta augnablik. Þetta er sem sagt Golden Hour. Og ég keypti 3. Hvað er 3 uppskriftir? Það er svolítið svalt þegar maður man ekki einu svona. Kannski hef ég ekki prentað hana út. Það er samt rosa hæpi. Því ég ætla að bara strúka þessu sko. Sjá, til afsakið. Sýnir mér smá þolinmæði hérna. Ég er svo klúðri. Nei, hérna er bara þessi ég sýndi ykkur síðustu viku. Jæja. En ég sýni ykkur að það næst ef ég hef ekki verið búin að prenta út. Síðan fann ég mjög skemmtilega húfuuppskrift sem er svona kjörin í, ef maður á eina fallega sokkabandshespu handlitað og eitthvað langar að gera úr því það sem að garnið þarf að njóta sín en er samt pínu áhugavert. Hún er svona. Og ég held að þetta sé frí, sko, maður fer gegnum rafverðli til þess að finna hana og hún leiðir mann inn á uppskriftasvæðið. Ég þurfti samt að kópa þetta yfir í Word og til þess að geta prentað þetta út. En mér sýnist alveg uppskriftin vera bara í fínu lagi. Þannig að ég alltaf ágætt að eiga svona húfuuppskriftir sem að
sem að leyfa garninu að njóta sín en eru samt svona áhugaverðar að prjóna. Síðan var þessi að koma út. Hún er kannski langt komin út, ég veit ekki, en ég sá hana nýri Snotra í síðustu viku og bara had to have her. Varð að fá mér hana. Því að maður á aldrei of mikið af handavinnu bókum eða garni það nokkuð. Það er ekki til sem að heitir of mikið af því. Og hér er bara fullt af yndislega fallegum uppskriftum. Og ég ætla að bara spreyta mig á þessu á upprunalegu tungumáli í því. Einfaldlega því að ég er ennþá svolítið pirruð yfir hvað hún er ekki nægilega vel þýdd fyrir óvana ljúflingar. Sem var þýtt já hana og sem vanu prjónar þá var ég að lenda í vandræðum og það var allir þú veist skoðun á þessu og þannig að ég bara hugsaði að fyrst ég svona óna með þýðinguna og nenni ekki að gera neitt í sjálf þá bara ég bara gera svo vel að kaupa upprunalegu bókina og þvæla mér í gegnum það. Já, og það sem að þetta stóra sem datt í í síðustu viku, þetta ekki heila. Þetta er Louette S17, rokkur minn, pantaði hann í Þingborg, það er sett hann í póst og ég sett hann saman og við erum búin að vera vinna heilmikið saman. Hann er með svona einum fæti til þess að íta og það eru voða misjafnar skoðunar á því hvort sé betra að vera með 1 eða 2 eða eitthvað og mælt með að maður fara að prófa og svona en það sem það er ekkert auðvelt að koma því við og ekki auðvelt fyrir óþolinmóða konu þegar hún er búin að ákveða sig að spandera í svona að þá bara panta maður að lætur senda sér það og læri bara á það sem maður hefur í höndunum. Og ég bara er alveg hrikalega ánægð og ógeðslega ánægð með hvernig þetta gengur. Þetta er sko ekkert grín að byrja að spinna og ég ætla að sýna ykkur svona ferilinn. Ég er búin að horfa alveg glás af frábærum YouTube myndböndum, þau eru reyndar undantekningarlaust erlend. En það eiginlega skiptir ekki öllu, maður horfir meira maður hlustar ef maður skilur þetta ekki. Mér er svo verið að horfa á hollensk þannig sem að þessi gæi kemur. Og bara svona til þess að sjá hvort að ég sé að nota réttan rytma í þetta og líka svona til þess að finna lausnir ef að hitt og þetta er ekki að ganga upp hjá mér og svoleiðis. Og þannig að ég bara að vera að klæmast í gegnum þetta. Og ég átti orðið slatta af svona ull og er að fá meira frá Álafoss og að utan og svona en þetta frá Álafoss ætla ég að nota til þess að efa mig meira í og þetta sem er að koma utan það ætla ég ekki að nota fyrir en að ég er mjög ánægð með það sem ég er að gera. Og ég veit svo sem sko fyrstu herspurnar verður ekki hægt að nota en það er alltaf, það verður alltaf fyrstu herspurnar mín að fá að vera til. Og það sem að mér finnst svo hrikalega gaman að gera það er að vinda saman þessa einu það sem að maður spinnir upp á eitt svona kefli. Svo spinnum við upp á annað kefli og vindur það svo saman og þá færðu þetta tvöfalt. Ég man ekki hvað þetta er, bara tvöfaldan þráð undir saman. Og ég átti svona hvíta ull, bara eitthvað, ég veit ekki neitt um hana. Og þið sjáu að það er alveg sko klikkaður yfirsnúningur á þessu. Og væri ekki nema fyrir eitthvað mjög sem er ógeðslega kalt og þurfti desperat að fá eitthvað hlýtt hálsinn eða eitthvað að það myndi nota þetta. Og ég meira þess að lagði þetta í bleyti og þvoði þetta til þess að láta slaka aðeins á að þetta var ennþá verra. En
það þetta sem maður þarf að fá tilfinningu fyrir, það hvernig maður byrjar að yfirsnúa. Og fyrir mér hefur það verið heillavænlegast að einbeita mér að því. Svo þegar ég finna að það komi pínu meira lag á það, að þá fer ég að einbeita mér að þykktina á þræðinu. Það verður sjálfsagt pínu meiri kúnst að eiga við það. En það líka allt í lagi, það gaman að gera eins og húfur og það margir sem nota þetta í húfur eða hálskraga og svona, þetta sem svona misgróft. En eins og ég segi, mér þarf að vera ógeðslega kalt og ekki hafa aðgang að neinu öðru áður en fyrir að prjóna eitthvað úr þessari hespu. En hún fær að lifa, sko. Þetta alveg... Maður verður nefnilega að geta séð framfærina, held ég. Ég held að það sé svolítið hvetjandi að sjá það. Síðan átti ég nokkra svona, nefnilega þegar ég keypti mig fyrst svona litla græði til þess að handspinna á. Þá fylgdi með því nokkra svona litlir ullahnoðrar til þess að spinna með. Og ég notaði þá til þess að æfa mig með. Og hérna strax orðið svona eðlilegri snúningur á bandinu. En eins og við sjáum það mikill munur á grófleikanum. Sjá hérna. Þú veist. Þannig að það kemur, nú þetta allt komið í flækju, þá setjum ég bara þetta hér. Og hérna þetta líka, þetta bara, alltaf að verða betra og betra. Þetta reyndar held minni mig sem ég gerði nr. 2. Mér var svo hrikalega spennandi að sjá litina blandast saman. Þetta náttúrulega eitthvað sem ég hefði átt að geyma en sjá, það góður snúningur á þessu ennþá, þetta vefst bara sjálft sig, en samt, þetta skárra en á þessu hvíta. Síðan ger ég svona svart og hvítt. Og það líka ennþá, sko, snúningur samt orðin svona eðlilegri. Þetta snýst bara meira upp saman af því að það var rakt pínu þegar ég setti það ennþá í, en þið sjáu alveg hérna alveg hugges þráður og svo svona eðlilegri hérna. Og mér langar að komast niður í þannig grófleika að ég geti notað þetta í sjöl og sokka og í beristykki og svona. Síðan fékk ég frá henni Mínu Philip, The Knitting Expat. Ég vann þarna daginn í 30 ára afmælis keppninni, eða svona. Þá vann ég sem sagt ull og aðra græju til þess að spinna á. Og þá þegar ég fékk þetta í hendurnar, ég sagði, nei, nú læt ég draumi rætast og hérna fæ mér rock íslenskan, nei ekki íslenskan, bara nýjan rock. Þessi sem ég hef aðgangað hérna hjá mér, þeir eru bara orðnir alveg, þú veist, það eiginlega ekki hægt að vinna á þá. Þeir eru náttúrulega búin að geymslu í áratugu saman. Það búið að vera að nota villisa feiti á þá þegar það verið að nota þá, þannig að þú veist, þeir eru bara punt. Þeir hérna bara skemmast meira og meira eftir sem maður á meira við þá. Þannig að ég ákvað bara að láta það eiga sig. Þetta á ég eftir að leggja í bleyti og láta slaka hans á, en þið sjá að það alveg alltaf mikill yfirsnúningur í þessu, en sumir voru bara svo svaka spenntir. Það gátt ekki beðið eftir að verða rosa góðir. Þannig að hérna, ég ætla að sjá hvað gerist þegar þetta fyrir bað og læta það svo hanga. Sumir setja sko, láta eitthvað þungt hanga hérna neðan á snúrunum þegar þetta er að þorna til þess að hjálpa þessu aðeins, og ég held að það geti gert svolítið fyrir þetta, og þetta gæti ég alveg auðvitað gert eitthvað úr, af því að það er alveg munur á þykktinni á þessu, en ekkert eitthvað klikka mikið, sko. Ekkert meira en í þessari peysu sem ég var að gera, sýningu, þannig að það giltu. Og síðan er hérna næst nýjasta hespan, og þá var ég bara nokkuð ánægð með
snúninginn. Við sjá að það alveg bara mjög afslappað hérna, það ekkert mikið að vinda upp á sig sjálft. Þetta þarf líka að fara í bað og fá þarna í róanæði og þetta alveg notalegt og þetta merinaull sem að mamma gaf mér, sem hún átti til, lummaði á og hún átti meira til og ég var að dunda með það hérna áðan þegar ég var að mér finnst það æði, setjast hérna inn í herbergi, kveikja á hérna, hljóðbók og spinna og ég er að hlusta á hana Yrsu Sigurðardóttur, Brakið og maður svona, þú veist, það er svolítið gott að hafa eitthvað svona róandi að gera þegar maður hlustar á bækur eftir Yrsu eða Stefán Mána eða Arnald sem ég gerir voða mikið á því ég er að sauma eða stúrsa eitthvað svona ein. Og hún átti líka, mamma átti sérst svona grófari ull sem hún lét mig hafa og ég var að leika mér að ég þessi rauða reyndar alveg meira en ull sko og mjög mjúk og datt auðvitað í sundur og svona, ég spann hana alveg sér upp á svona tré og svo grænan og dökkgrænan á hitt tréð og svo vatt ég þetta saman. Og ég ætla að þetta fer líka í bað á eftir með hinum tveimur þegar ég er búin að gera hestbúr og binda vel band á milli svo það verður eitthvað brjáluflækja. Ég ætla að teygja mér hérna í sýna ykkur hérna, hvað er þetta? Þetta sem ég er með frá mömmu, það er rosalega svona gróft en það grípur svo vel í hvort annað. Þannig að það er eiginlega miklu betra að æfa sig með svona heldur en eins og 100% merino því það er svo stutt í þráðinni þar og grípa illa í hvern annan. Þannig að maður þarf að vera svolítið hérna öruggur með sig þegar maður er að nota það. Annars er maður alltaf að, þú veist, annars ef það sem maður verður of þunnur og þá slitnar hann öll og þá þarf maður að fara að þræða aftur og vesenast og reyna að ná góðri festu saman við það sem á að átra spinna upp. En þetta er allt lærdómur og þetta verður örugglega, ég átti að læra alveg heilan haug á næstunni. Og ég bind vonir við að ég muni læra að slatta hérna fyrir norðan af því að Spunasystur eru hátíðagestir á handverkshátíðinni í Hamaragili. Ég reyndar fer ekki upp til fer ekki norður fyrir á 15. kvöldi þannig að ég missi að það ég held að sé á 15 sem þær eru með svona aðal en þær verða hérna einhverjar vonandi viðlóandi yfir helgina og ég ætla að eyða föstudeginum bara í að hérna dandalast á milli bása og kíkja á Kristínu í hérna Vatnesjarn, hún verður með slatta töskunum mínum hjá sér og já, fara og bara kíkja á alla þessa bása og bara næra handavinnu Helgu í drasl fyrir veturinn. Og þarna verður hægt að kaupa beint frá bíli og svo eins og ég sagði síðast þá ég ætla að gera svona smá umfjöllun hátíðina fyrir breska vini mína sem gefa út svona handavinnublað fyrir styrktaraðarana sína og það verður bara gaman að hérna að græja það, vona ég. Ég vona ég muni eftir að gera það. Afsakið, bara þreyttur eftir helgina eða þannig. En þannig að þetta þess vegna vildi ég líka endilega kíkja okkur núna af því ég hugsa að næsti þáttur verði mjög svo litaður af handverkshátíðinni og þá bara ágætt að vera búin að koma þessu dundi frá mér og já, svo að handverkshátíðinni lokinni og þegar að ganga frá öllu eftir það og þá hefst undirbúningu fyrir gatgönguna sem er 1. september. Þá er ég handverkskunst í Árbænum með töskuna mínar og svo sé ég bara hvað verður. Ég er svona gæla við að flytja búðina yfir á Shopify sem er svona að taka svolítið við af Etsy fyrir þá sem þekki það. En ég veit ekki, ég kann ágætlega við að mér er svo gott sko að hafa samskipti við viðskiptavinna og bara handavinna áhuga fólk almennt þar í gegnum skilabúðin. En
mín megin, það sem ég sé á síðunni er svo gjör ólíkt því sem að þið sjáið. Þannig að hún er stundum rosalega þung og skilar stundum ekki öllu eins sem á að koma en það vantar stundum texta við töskurnar og alls konar og þá bara það er svo sé eitthvað annað á bak við það heldur en svona hefðbundna Facebook síðu, bara svona persónulega. Þannig að ég veit ekki, ég ætla að sjá til ef það er ekki ómikið vinna þá, en já, ég er svo hrædd að ég missi þá svolítið kontakt við fólk. Af því að það er náttúrulega að senda mér skilaboð að þú veist að vilja fá töskunum með D20 og svo fyrir við að spjalla það og gerum og græmi framhald af því og svo oft bara spinnst upp út frá því skemmtileg samtöl og ég tími ekki að missa það og líka því ég er að nota þetta fyrir náttúrulega þetta vídeoblogg að bjóða okkur að hafa samband við mig þar gegn að hafa eitthvað fyrirspurnir og svona. En það er eitthvað sem kemur seinna. Ég náttúrulega, eins og ég segi, ég vil ekki vera eitthvað að láta svona stúst taka mikið frá prjónatímanum eða handavinnutímanum. Þetta er ekki bara prjónar í lengur hjá mér. Ég ætla bara að fann að gera þessi gatna svona. Þetta er ótrúlega gaman og mér finnst þetta ótrúlega róandi. Svona þegar að komi svona réttur gangur í fótinn og þá bara og þó maður sé að hlusta á hrollvekju frá Yssu þá samt. Það var eitthvað svo rólegt inn í mér sem ég þarf mikið á að halda. Já, þannig að þetta er nú bara með í styttra lagi þessi þáttur. En ég mátti til með að koma og sýna ykkur hvað væri í gangi hér á Akranesi hjá frúnni og koma þessu frá mér sem er í gangi núna svo ég komi bara uppfull af handverkshátíðar fréttum eftir helgina. Ég hef aldrei farið og ég hlakka svo klikka til. Mér líður eins og Ameríkonuna sem fara á Rhinebeck prjónahátíðina eða handverkshátíðina sem er hjá þeim í október. Ég held að þetta sé okkar Rhinebeck þessi handverkshátíð í Hamragili. Ég ætla samt líka að fara ekkert á Rhinebeck sko. og er bara ótrúlega þakklátt Kristínu fyrir að bjóðast þess að vera með töskuna mína þarna. Og ég var líka ótrúlega þakklátt að hún skildi bjóða mér smá samstarf með að gera sýnishorn fyrir hana. Þannig að ef að þú veist, já, það er svo, þessi handavinnu heimur er svo stútfullur af yndslegu fólki og það er þess vegna sem maður er að bjástra við þetta allt saman. Maður náttúrulega hugsa oft hvað á ég að gera við enn eitt sjalið en svo er svo hugsun bara farin út í veður og vind af því það er svo mikið af fallegum uppskriftum og fallegu gatni til og bara harðlega þó ég betri ekki heilt herbyggi með sjölum og einhverju dúllari. Þannig eru 2 af In the Light, 3. að fyrir norður til Kristínar. Mér finnst bara yndislegt að hafa herbyggja sem ég get bara horft á alla þessa allt fallega handverk. Að þetta, ég get ekki saman svona. Mega þakklátt fólki sem að hannar og kann að gera svona uppskriftir. Já, þannig að nú er þetta komin bara út í eitthvað vandræðalegt blaður, svo við látum bara numið staðar hér og ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnuviku og ef að þið verða á handverkshátíðinni og sjáu mig, endilega hnippi í mig, þið þekkið þetta face, ég þekki voða lítið þannig að sem er hinum megin við skjáinn, þannig að bara endilega komið og segja hæ og ég verður örugglega alveg svo bjáni en það er alltaf og bara ég veit að það eru nokkra sem að ætla að fara og það verður bara gaman. Þetta verður æðislegt. Ég hlakka alveg svakalega til og ég vona bara að veðurguðirnir verði almennlegir og allt það því að við erum eða farið fyrstu alveg útileguna og þannig að það verður allt að lægja og það er allt friðs bara á. En ég segi það bara, já, góða og gleðilega handavinnuviku og við sjáumst eftir handverkshátíðina.
Takk fyrir og bless bless.